Lycka till att ha. Tack. God dagen. Good morning. God dagen. Members of the non-Icelandic press, how many of you are there? Peter, yes? Max? Marcus? You're Marcus. Everybody welcome. What's your name? Phil. Phil, okay. So we're waiting on our assistant coach before we start. So I'll just I'll start in English just so that everybody's aware of what we're about to do. So I won't translate, but we'll take and answer questions in Icelandic and English, because all our guys can speak English, but I'm not sure whether you guys can cope in Icelandic. A bit? We'll see what happens. Something could get lost in translation there. So we'll open up with a couple of questions in English when Helgi arrives, and then we'll just move over to Icelandic and go back and forth. We have plenty of time, so no stress. Okay, we're fully manned. So those of you who don't know me, my name is Omar. We have here our assistant coach Helgi, players Hannes and Alfred. We'll open up with a question in English from my friend Peter. Where are you at? Coming? Thank you, Peter Murphy, Agence France Presse. Could I ask the guys about Volgograd on Friday? So the English team, some of the players were complaining about the heat. That was an evening game. You guys are playing earlier than that. And also, Harry Kane, I think, said that he'd swallowed, I don't know how many insects, but a lot. So has that been talked about? Are you going to take precautions? Are you worried a little bit about the insects or the heat? Of course, we've talked about it, and we got many information and help from everyone in Iceland. I think those are things we can't change, and we just have to take it as it comes. And of course, we have doctors and we have everything around us, and we're trying to prepare us as good as we can if it's going to help with vitamins or stuff like that. But it's going to be the same for both teams, so it's just like it is. Helge, could I ask you, are there any injuries in the team or anybody who's unwell that we should know about? Okay, sorry. No, Joey Berg, he tore the muscle, so it's a question if he's going to make it before the next game, but we're doing everything what we can, so we know about, on the game day, we know about it. But everyone else is fit and is on board and ready for the game. Max. Albert, what has changed for you after scoring the first Icelandic goal in the World Cup history? Not a lot, of course. It's amazing to be a part of this moment. First of all, to play in this game and to score the first goal for Iceland in the World Cup. I think it's something that will stay with you for the rest of your life. For the rest, not much has changed. A few more Instagram followers, not as many as Rurik, but still some improvement. But for the rest, everything is the same. Marcus. Hi. Messi said that Iceland didn't want to play football. What's your response to that?
Well, there's no one correct way to play football. I mean, there's many different ways to the same results, and well, we could have played attacking football, and maybe he would have been happy, and they would have won 5-0. But we play our way. It's brought us success, so people can have their opinion about it, but we really don't care. Yes, Phil? Hannes, there's been a lot said about some of the jobs that the guys in the Iceland team have had. I've seen some of the films you've made, excellent stuff. Could you tell me just a little bit about your career as a film director, and what's the oddest job or the weirdest job that any of the Iceland guys in the squad have had? I'm not an expert in which jobs the players have. I think filmmaker must be up there as one of the strangest. I mean, it's not a very usual combination, footballer and filmmaker. But what was your other question again? Just tell me a little bit about how you got into that job. What led you into it? Yeah, but like you say, many footballers, when they play in the Icelandic league, they have a job on the side. It's a semi-professional league, and my job just happened to be a filmmaker. I always had a passion for it when I was young, and that's what I got kind of sucked into after high school. So yeah, that's just how it was. Just to follow up, is it true that you made a commercial for one of the sponsors of the World Cup? That you directed that? Yes, that's true. It was a commercial for Coca-Cola. They're one of the big sponsors of the Football Federation, and we made a commercial shortly before the World Cup. What is the response been to that? It's been very positive. Max, yes. Alfred, you probably know that the German fans support Iceland and root and cheer for Iceland. Amongst the team, there's many people speaking German, as Helgi is and other of the coaches. What is kind of like the German impact? You're playing in the Bundesliga, Rurik is playing in the second Bundesliga. What is kind of like the German impact on the Icelandic team? Well, of course, I think you learn some things when you play in Germany, and that is, of course, discipline, come at the right time to meetings and things like that. But, I mean, we have players playing in so many countries. I don't think that one country has more influence than the other. It's just that the bigger part of the trainer staff is speaking German, so it's kind of a funny atmosphere listening to them, Helgi, Guðmundur, and Sebastian. So I think it's not before long that the team meetings will be partly in German. Camera lady at the back. Yes, I'm also a reporter actually, but I'm from Sweden, Expressen, Nicola Mirim. I have to ask, since I'm a Swede, how much do you miss Lars Lagerbäck, and how important is he for your success, to all of you? Lars Lagerbäck, he gave us extremely much. He came in at a good time when I can say Icelandic football needed him, or needed a guy like that who came in with international experience, and we took a lot of things from him, and he did a fantastic job for us. I think since he left, we have taken the team further, we have developed, but Lars's impact still remains. Yeah, like Hannes said, I think he set the guidelines for how we play today, and did a lot of great things for Icelandic football that will always be remembered. But I think the focus on disqualifications and the results here should be for the staff and then the players who are here. The coaches have taken another step in the development of the team by being more flexible tactically, and of course we have now more players involved, more players with more experience, so I think we should not forget what he's done for Icelandic football, but the focus here in the World Cup should be on the people that are here.
So we'll take one more question in English before we move over into Icelandic for a bit, okay? So Max here. It's a question to all of you. It's a Nigeria game coming up. What kind of a game do you expect? What do you know about Nigeria, and how is this game going to be different than the one versus Argentina? No, this is going to be a real tough game for us because they've been 5 times in the finals, World Cup finals. They have 3 times moved on until the next round, and it's a really good team, and they have really good individual players in all positions. They're more extreme athletic in all position, in transition, really fast. So this is going to be a really hard game. We're here for the first time. They have more experience than we have, and we analyzed them in many ways, and it's going to be a really, really tough game for us. But we're going to be prepared for it. It's going to be maybe a bit more open game. We've looked at Nigeria, and they are physical, like Helgi said. They are fast and maybe more direct than, for example, Argentina. So it's going to be a different game in many ways, but we are well prepared. Yeah, I think similar to what the guys said, it's going to be a completely different game. Different kind of how they play. They're different kind of players. You know, it's not less so technically small players like Argentina. Now we're playing as bigger, more physical guys. So different game, and we are pretty well prepared. I think we've had good meetings about how we played against them. We played against Ghana in a friendly game, and many things are similar to how they play, even though it's two different teams, and so we are well prepared. Elvar. Já, ég ætla að fá bara komment frá þér, Alfreð. Ef við verðum án Jóa Berg eins og stefnir í á móti Nígeríu, það ekki svona bara svakalegu missi, náttúrulega lykilhlekkur í liðinu og afar fáir í liðinu sem að spila þessu sama leveli og hann? Jú, ekki spurning. Mikil skellur þegar við missum leikmann sem búinn að vera fastamæður í 5-6 ár, og ég held að vita allir hvað Jói getur. Kemur alltaf frá frábæru tímabili í ensku úrvalsdeildinni og vera að sinna mjög óeigingjörnu starfi í landsliðinu, svona sem stundum sem wingback, stundum sem kantmaður. Og en þú veist, þá eins og alltaf í fótboltanum þá kemur annar maður inn sem að mun fá tækifærið, og þá bara vonandi að sá sem kemur inn muni vera tilbúinn og stíga vel í hans fótspor, og ég hef fulla trú á því að við höfum sýnt það síðustu ára að við höfum verið að breikka hópinn okkar af góðum leikmönnum, og ég fulla trú á því að við getum leyst hann á hólmi. Tom. Helgi, ætluðu að breyta eitthvað, voruð búnir að setja upp eitthvað ákveðið fyrir Nígeríu áður en þið komuð hingað og breyttist það út af meiðslum Jóa, þá varandi að breyta liðinu og ætlaði að breyta taktíkin eitthvað? Þetta er náttúrulega hluti sem við fórum í gegn áður en við komum hingað og vorum búin að hugsa marga hluti, en það er ekki gott að hugsa of langt fram í tíman upp á það, maður veit aldrei hvað gerist. Þess á milli, núna er Jói tæpur allavega fyrir þennan leik, og þá verðum við að gera breytingar, og að sjálfsögðu erum búin að hugsa ýmsa hluti, hvernig til dæmis betra að byrja leikinn. Þetta verður öðruvísi leikur, verður öðruvísi svæði sem við getum verið að nýta okkur heldur varan móti Argentínu, og að sjálfsögðu við erum búin að vera pæltum í þessu, búin að skoða þetta lengi. Svo bara verður hann alltaf bara taka mómentið eins og það er núna. Jói er tæpur, ef hann er ekki tilbúinn, það kemur annar maður í hans, hvað breytist við það? Þannig að þetta eru svona hlutir sem við tökum endilega ákvörðun á morgun. Þannig að sjálfsögðu við vorum búin að undirbúa okkur undir ýmislegt, og það geta orðið breytingar líka á taktíkinu, ekki bara á uppstillingu. Strákar, Hannes og Alfreð, til hamingju með það sem að komið er. Þið báðir frábærar eins og aðrir auðvitað í liðinu á móti Argentínu. Markið, Alfreð, og varslan þín, Hannes, breytir þetta einhverju? Fáið þið meira sjálfstraust eða var þetta bara venjulegu dagur í vinnunni? Ég held að þetta hafi nú verið allt annað en venjulegu dagur í vinnunni. Þetta var auðvitað
ótrúlega upplifun. Fyrsti leikur Íslands á heimsmeistaramóti. Eitthvað sem að... Hvað í gangi? Ef við skipta það? Fyrsti leikur Íslands á heimsmeistaramóti eitthvað sem að allir í hópnum stoltir að taka þátt í. Auðvitað voru þetta stór augnablik sem að þú talar og eitthvað sem við munum aldrei gleyma en ég held að þetta snúist núna að leggja það aðeins til hliðar. Við munum heyra nóg það síðar held ég eftir að við komum heim en núna snýst þetta að leggja þetta til hliðar og fókusera á næsta leik. Vilkarnesi. Já, ég sammála Hannesi að þetta eitthvað sem að fylgjum, þetta náttúrulega stærsta sviði sem hægt að vera á í fótboltanum og þetta eitthvað sem fylgja okkur klálega sem leikmönnum lengra en eftir mótið og já, eins og það ekkert eðlilegt við þennan leik, þetta náttúrulega á gríðarlega hátt spennustig hjá okkur fyrir þennan leik, náttúrulega fyrsti leikur á HM og erfiðara að ná ró fyrir þennan leik heldur en marga aðra. En þú veist, og eins og fótboltinn þá þurfum við að vera mjög fljótir að núllstilla. Við vitum að það er frábært stig á móti Argentínu en með 1 stig erum við ekki að fara áfram. Við erum nokkuð vissir það og fótboltan með það líka þannig að þó við erum góðan leik þá er alltaf dæmdur á þínu síðasta leik. Þannig að við þurfum að vera fljótir að ná okkur niður og við gerum okkur klára fyrir næsta leik að því að hvort sem það fer illa eða vel, þá er það bragð alltaf síðast í muninu hvernig síðasti leikur var. Maggi. Helgi. Heyrstu mér? Já. Helgi, eru eitthvað líkur á að Jói spili leikinn? Er eitthvað líkur á að ná sér í tæka tíð? Og Gylfi, hann æfði ekki í gær. Hver er staðan á honum? Gylfi hljóp mest inn á vellinum síðast og bara mikið álag. Hann var alltaf meðslum að kom í undirbúningin hjá okkur og hann getur stjórna álaginu og ekki bara hann, það voru fleiri sem að spila allan leikinn sem að gátu stýrt sjálfum sér á æfingunni og þessi strákar vita hvað er best fyrir þá og þannig að hann gerði bara sitt prógram í gær og það var ekkert að því. Hvort að Jói, það verður tæft, það er alveg á hreinu en við erum náttúrulega bara eins og alltaf, við vonum það besta, við gerum allt sem við getum gert og ef það er ekki, erum við undirbúin undir því, við erum búin að gera ákveðna ráðstafanir fyrir því, hvað við ætlum að gera ef hann getur ekki spilað. Yfir. Helgi, þið enduðu undirbúninginn á að spila við Ghana heima á Laugardalsvelli. Hversu mikið grædduð á þeim leik? Hversu líkt er Ghana liðið Nígeríu? Bara mikilvægt, það er ekki margir landsleikir sem við hefum haft á móti þjóð frá Afríku og við sáum bara það í þeim leik. Þeir voru gríðarlega sterkir einn á móti einum, þeir voru gríðarlega líkanlega sterkir margir hverjir og Nígería með ennþá stærri leikmenn að hluta til, þannig að það er óbúðslegt athletic í öllu liðinu og fá þessa hluti þar sem þeir leita mikið að einn á móti einum, þannig að kannski þeir eru ekki að reyna að spila þessu oft það mikið í gegn sem er kannski aðalatriðið í Argentínuleiknum, heldur þetta hluti sem þeir reyna að fá einn og einn svæði. Svo kemur líka í þokkabót að þeir töpu náttúrulega fyrsta leiknum núna. Það er þýskur þjálfari hjá þeim. Maður er oft gæti haldið það að þeir myndi halda í sitt system en hvað þeir gera, það hafa orðið breytingar. Þeir hafa verið að breyta til í leiknum system. Þeir hafa að spila með 3 tilbaka. Þeir hafa verið með 4 manna varnarlínu, 5 manna varnarlínu, þannig að þetta er svona dálítið óvissa upp á það að gera og þeir vita það að þetta er úrslita leikurinn hjá þeim. Þannig að það er voðalega erfitt fyrir okkur að segja nákvæmlega hvernig þeir koma. Við vissum eiginlega þokkalega hvernig Argentína kæmi og við gátum búið okkur vel undir það. En þetta er svona meiri óvissuferð að fara í hennar Nígeríuleik, þess vegna erum við búin að vera að sýna marga hluti og við verðum bara að vera tilbúnir á leikdegi í leiknum þegar við erum flautað á að bregðast við öllu sem gerist. En við vitum alveg hættur þeirra og þessi leikur heima á móti Ghana sem var bara frábær reynsla fyrir okkur og ég held að við hefum lært mikið af þeim leik. Tom? Hann er kannski helst í þín þar sem að þú spilaðir Ungverjaleikin fyrir 2 árum, þar sem við náttúrulega þið byrjuðu rosalega vel með frábæri stíi, alveg eins og núna. Fóru síðan í svona leikinn sem átti kannski að heita físilegastur eða með öllum. Raun og veru svolítið svipuð staða
akkurat núna? Er þetta eitthvað sem þið eru að ræða og getur það svona aðeins tekið okkur inn í þennan Ungverjaleik og hvað svona klikkaði þar svona per se og kannski Alfreð náttúrulega varst þarna líka að þið svona reynið að segja ykkur hvernig þið ætlaði að passa ykkur á að þetta ekki svona niður á það level sem þið gerðu þar? Já, þetta góð spurning. Það ótrúlega margt sem er svipað með þessum tveim mótum. Þetta svona eins og spegilmyndi í rauninni og ég held að þessi leikur móti Ungverjum sé virkilega svona mikilvæg reynsla fyrir okkur. Þar vorum við komnir í stöðu þar sem við höfum náði sterkt stig eins og segir og sigur hefði komið okkur áfram. Það kannski munurinn á þessu að það ekkert í höfn þó svo að við vinnum. Þar vorum við svolítið kannski þrúaðir af spennu, vitandi það að ef við myndum vinna þá værum við komnir áfram. En það breytir því ekki að þetta er auðvitað risaskref fyrir okkur núna á föstudaginn ef okkur tekst að sigra þann leik og en það er svo sem kannski ekkert meira, þú veist, það sem við lærum kannski mest á þessu, það er bara að fara inn í svona leik eftir sterkt stig sem að skilar engu nema þú haldir áfram og gerir vel í næsta leik og svona kannski mun hjálpa okkur að ná spennustiginu akkurat á réttan stað af því að á móti Ungverjunum vorum við svolítið passífir og svona enginn vildi gera mistök og við einhvern veginn vorum með spennustigið svolítið vanstilt og ég held að það er eftir að hjálpa okkur á föstudaginn að hafa gengið gegnum þetta. Sindri? Já, líka til Hannes. Rannes hefur fundið mikinn áhuga á þér eftir þessa framistöðu móti Argentínu. Ertu vongóður að þetta mót skilir á hærra level? Ef ég á að segja alveg svo þá er ég ekkert að velta mér upp úr því. Ég er bara mjög ánægður það sem ég er í mínum klúbbi og það er bara góð stað að vera í að finna ekki fyrir pressu að þurfa að fara eitthvað lengra, geta einbeitt mér 100% af því að bara gera vel hérna. Auðvitað veit maður að ef það gengur þá geta alls konar dyr opnast en það er ekki eitthvað sem ég er að stressa mig á og ef það gerist eitthvað þá gerist eitthvað en fyrir mig núna þá snýst þetta bara að svona reyna að vera sem minnst í símanum og pæla sem minnst í umheiminum og bara einbeita mér að þessu verkefni. Arnar? Já, tvær spurningar, einu á Alfreð og einu á Hannes. Alfreð, bara fyrstulega, hvað öskraðar í kameruna þú skoraðir? Og ég kannski klára að spyrja Hannes líka, Bökkutveil 2003 þegar þú ert að spila með Leikni í annar deildinni og klikkar þarna með markspyrnunni. Svo ertu komin á HM, hefur einhvern tímann ímyndað þér í frítímanum heima að þetta væri nú góð kvikmynd og hver myndi þá leika því? Já, ég er búinn að fá þessa spurningu nokkuð oft og því miður bara get ekki svarað en ég bullaði bara eitthvað á spænsku en ekkert sem make a sense. Þetta var svolítið heita leiksins og já, kameran beið mín hérna þannig að mér fannst ég þurfa að segja eitthvað við hana en það kom ekkert vit úr því. Já, ég hef verið spurður að þessu nokkur sinnum hvort að ég gera bíómynd og hvort ég gera hana sjálfur og eitthvað. Ég veit ekki, þetta er auðvitað, ég meina þetta er auðvitað ótrúlegt hvernig þetta hefur þróast eins og þú segir, 2003 þegar ég var ekki eins og að spila hjá Leikni og ég hafi spilað þarna eitt frægan leik. Þannig að þetta er auðvitað löng leið að vera komin hingað og eitthvað sem ég er mjög stoltur af en bíómyndapælingar, það verður bara komið í ljós. Það þarf einhver annar allavega að taka þann slag. Ég held að ég ætla ekki að fara að skrifa bíómyndu sjálf á mig. Elvar? Já, ég ætla að spyrja þig, Hannes, núna svona mikið talað það hvað þú nýtuðum vel á stóra sviðinu, bara að spila því betur sem leikurinn er stærri. Ertu með eitthvað svona hefð eða rútínu til að svona gíra þig upp í þessa stóru leiki þar sem maður veit náttúrulega að þú hefur notað ýmsa hluti til að fá svona hvatningu fyrir verkefni? Nei, ég er ekki með neina fasta rútínu eða neitt svoleiðis. Ég svolítið bara spila þetta eftir eyranu og geri svona hlutina bara eins og svolítið eftir hvernig skap ég er í.
yfirleitt það nú þannig að því stærri sem leikirnir verða því meira tens verður maður og svona og þetta snýst bara að halda spennistiginu réttu og hjá mér það yfirleitt þannig að ég þarf að reyna að halda því niðri, ég þarf ekki að gíra mig upp og einhvern veginn hefur það þróast þannig að það henta mér vel að spila þessu stóru leiki en það breytir því ekki að ég þarf að hafa mikið fyrir því að svona róa taugarnar og koma mér á réttan stað en síðan það bara yfirleitt þannig að þegar leikurinn byrjar þá bara það smellur þetta og gengur vel og ég svo sem enga tauralausn eða ég veit ekki af hverju það en já, þetta nú eiginlega þannig sem það Við ætlum að taka kannski 2-3 í viðbútt á íslensku áður við gefum þeim sem ekki íslenski 2-3 líka. Við ætlum að byrja á Tuma. Hvað er þetta Tumi? Oleg. Alfreð og Hannes, ykkar stjarnan skeinst gert eftir hennar leik, vítið og markið en einhver hluta vegna það Rúrik sem að fanga alla athyglinna. Getið aðeins deilt með okkur hvernig það að vera inni sjá þetta bara tikkar bara akkurat núna, bara síðan ég byrjaði að tala og núna hann búinn að fá 1000 fylgjendur á Instagram og það bara tímaspursmál hvernig hann skýtur crossfit drottningunum aftur fyrir sig og verður stærstur og þetta kannski bara eitthvað sem nauðsynlegt og skemmtilegt að hafa til að létta lundin á svona löngum dögum sem geta verið frídagar að geta hlegið og haft gaman. Já, ekki spurning, þetta náttúrulega bara fyndið og svona léttmeti í hópnum. Þetta náttúrulega já, ég veit ekki alveg meira hvað ég get sagt um mér. Þetta er bara skemmtilegt náttúrulega sérstaklega fyrir hann og við hlægjum að þessu. Þetta byrjaði náttúrulega bara inn í klefa eftir leik. Hann sagðist alltaf að hann komið 70.000 followers og svo refreshaði hann og var komið 75 og þannig að ég veit ekki alveg hvað var að gerast hann í Suður-Ameríku meðan leiknum stóð en það var alltaf mjög jákvætt fyrir hann og hans market value. Rúrik bara loksins að fá þá viðurkenningu sem hann á skilið fyrir þetta ótrúlega útlit. Hörður. Já, það var náttúrulega bara sama spurning Alfreð, þú þekkir náttúrulega Rúrik einna best í hópnum. Hversu hátt hann í skíunum og hann verðist leggja mikla vinnu í hverja færslu? Já, það var nú mikil vinna lagt fyrir og við vorum aðeins að stríða honum með það að það var ekki komin mynd þarna einhverja 2-3 daga eftir þessa hilli og það þýðir bara það að það eru fleiri fylgjendur sem það er að sinna núna og það er að leggja ennþá meiri vinnu í þetta. Þannig að já, þetta er vonandi bara, þetta truflar ekkert okkur, ég held að þetta truflar náttúrulega ekkert okkur undirbúning. Þetta er bara svona skemmtilegt á liðinu og dreifur aðeins athygli á eitthvað annað en fótboltann. En ég get alveg sagt að honum leiðist þetta ekkert. Ég veit ekki hvort það passi inn í schedule hjá hann, við vorum að tala um Ómar Smára hvort það er einhvern tíma þarna á föstudaginn. Ræðum það síðar, erum við lokum íslensku núna og bjóðum Phil að spyrja. We've written a lot about Iceland and your ability to defend. So just a question to Helge and maybe to Alfred. How do you like to attack? Alfred, where do you like the ball to be played? Do you like crosses to be played into you? Do you like the ball into your feet? And Helge, what do you want the team to think of when they're going forward with the ball? I think if you look at our statistics, we score a lot of goals from set pieces, crosses, but definitely a lot from set pieces. But I think also we are variable. If you look at the big games in the past, we can score goals from scrambles in the area, but also we can score good football goals. And I think these are combined. The goal against Argentina was some fantastic attacking play between Gylfi and Johan. And then some scramble in the area, and the ball falls into the 16, in the box where the striker should be, and also a flick and a goal. And the second one was an amazing football goal. We start on the left, switch it to the right, good interplay between players, and a good finish. So I think we are really flexible in our attacking play. Probably easy to read by the opponent, but hard to defend against. Yeah, I think every game is a different game, and in some games we want to keep the ball low and get in feet, get behind the defense, go through the middle. Other games, if they open space on the wings, we want to use those spaces for crosses. So there's no formula we say this is the only way how we want to play. So because every game is different, and we try to set it up
like it fits for every game, and to use those spaces what we get. And there's no just that way. That's how we want to play. So we just try to win the games. Phil, final question. Peter, sorry. Peter. Question for Alfred and Hannes. Guys, this is your first World Cup. Is it different from what you expected beforehand? And how much of the other games are you watching? Does all the squad get around and watch every game, or some of the games, or none of the games? How does that work? And finally, a question for Hannes. I understand there's a documentary film being made about the team's experience in the World Cup. Are you keeping an eye on how they do it and maybe offering advice on filmmaking? Well, I think the only preparation we had and on what to expect for the World Cup is from the Euros. It's a similar kind of hype, similar kind of limelight on the games. But of course, this is a little bit bigger because this is the World Cup. And yeah, that's the only preparation we could get. And our expectation level was, of course, Euro times, I don't know, 2, 3. And this is, yeah, certainly filling all that we expected. So, and about the games, I think the games are always rolling in the physio rooms after meetings. So we've seen quite a lot of what's happening in the other games. But of course, our planning has the main focus, and we try to put the games in between. Yeah, and in terms of the other games, as I experience it, this feels very different to any other World Cup where you sit and watch every game thoroughly. Now it's something completely different. At least, I almost don't know who's playing or what's going on except for our games. I think we are very focused on our task, and yeah, like Alfred says, the games are rolling, but it's not like in the normal. When you're watching a normal World Cup, when you're sitting at home in the sofa. About the documentary, it's a very ambitious project. They are following us, and I look forward to seeing the result. But I'm staying out of the way this time. Takk fyrir, thanks.